Komið þið sæl og verið velkomin að skjánum, það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur. Það sannarlega vor í lofti og margir farnir að spá í fuglunum og það vill svo til að nú á dögunum stendur fuglavernd fyrir kosningu fugl ársins. Og hingað til mín til þess að segja mér og okkur frá því komin Eyþór Ingi Jónsson, ljósmyndari og kosningastjóri Himbrimanns. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Ef við byrjum bara áður en við förum út í þetta með Himbrimann, sko, hvað kemur til að þessi kosning fer fram núna? Ég veit ekki alveg hvað hugmyndi kemur, en þetta fyrsta skipti sem fuglavernd stendur fyrir svona almennri kosningu á fugli ársins. Og þetta svona fyrst og fremst þess að vekja athygli á fuglum almennt og félaginu frábæra fuglavernd. Já. Og svona bara velferð þeirra og réttindamál í breiðu skilningi. Já, akkurat. Og það búið að forvelja, ef ég skildi rétt, 20 tegundir fugla sem hægt sem þóttu verðugar til að vera fugl ársins og fólk getur svo kosið þarna á milli. Já, það rétt. Það eru svona fuglar úr svona öllum tegund eða flokkum fugla, íslenskra fugla. Og það var sem sagt auglýst eftir kosningastjórum. Maður getur stutt sinn fugl. Já. Það er í gamni gert en svona samt. En samt svo skemmtilegt að það sé verið að styðja við. Já, og það eru þarna fjölbreyttar tegundir eins og lundinn og þarna er svartþröstur og sílamáfur og rjúpa. Þannig að þetta kemur svona úr öllum flokkum fugla. Einmitt. Nú hefur þú náttúrulega gert afskaplega mikið að taka fuglamyndir á alls konar fuglum. Hvað kom til að þú ákvaðst að bjóða þig fram sem kosningastjóra Himbrimanns? Ég sagði með gríni, ekki gríni kannski, ég sagði það fyrst að væri að því að hettumáfurinn var ekki á listanum, en sem ég held mikið upp á og ég hafði svolítið gaman að svona verja hettumáfinn á opinberu vettvangi. Já, hann er svolítið talað niður. Já, því miður. En Himbrimann mínum mati svona þess verður að vera fyrsti fugl ársins, svona sem almennt kosinn. Ísland eina land í Evrópu þar sem Himbrimann verpir og stofninn ekki stór, þetta 300-400 pör á landinu og einhvern veginn það verpir á heiðavötnum, svona, það hans kjörsvæði. Og einkennandi söngur, þannig að hann einhvern veginn svo íslenskur, nú einhvern veginn finnst mér ekki gaman að tala eitthvað sem gott sem íslenskt, en hann samt svona á fallegan máta mjög íslenskur. Já, eitthvað sem að tengir bara við kyrrðina í náttúrunni. Já, akkurat, það alveg góður punktur. Hann þeir sem hafa kannski upplifað að vera upp á veiðivötnum að veiða, sérstaklega nóttu til og heyra söng Himbrimanns. Það svolítið mikil upplifun, sko. Já, og mér finnst þetta stórmerkilegt að hann verpi hvergi annars staðar í Evrópu heldur en hér, því maður gerði bara einhvern veginn ráð fyrir því þetta væri svona fugl sem væri út allt svona á norðlægum slóðum hér í Evrópu. Hann slysaðist einhvern tímann til að verpa í Skotlandi, en það eru mistök. Mistök sem voru leiðrétt í kjölfari. Einmitt, og hvenær lýkur kosningunni? Hann lýkur á sunnudag, 18. Já. Já, þannig að fólk getur farið, það bara inn á fuglavernd.is sem að fólk fer þá nú helgina og greiðir sitt atkvæði. Já. Og það væntanlega bara eitt atkvæði í tölu eða eitthvað? Nei, það má kjósa 5 sinnum, reyndar ekki sama fuglinn 5 sinnum. Nú já, það má. Það að dreifa atkvæðum. Einmitt. Og þótt að þetta sé nú og þessi kosningastjóri Himbrimanns, þá hvet ég fólk til þess að kjósa hina fuglana ef það líst betur á þá, sko. Já. Sílamáfurinn, hann má fá svolítið atkvæðum. Já, það alveg sársaukalaust að þinni hendi. En þú náttúrulega, þú búin að leggja ýmislegt á þig sem kosningastjóri Himbrimanns, þú búin að gera vefsíðu, það ekki? Jú, ég gerði svona undirsíðu á heimasíðunum minni. Já. Sem eyþoringi.com þar sem ég svona segi létt frá hegðun hans og birti myndir af honum. Já, ótrúlega flotta myndir. Við fáum kannski þær fáum kannski að rúlla yfir meðan við erum að spjalla. Þetta alveg magnað að sjá fuglinn líka í þessu návígi. Já, takk fyrir það. Já, hann ég svo heppinn að búa norðanlands sem það eru heiðavötnin í kring, þannig að ég
til dæmis einu vatni fylgist ég með okkur einasta ári með varpa árangri. Ég geng upp að vatninu og sé hvort það hefur tekist hjá að verpa og hvort að hann komi upp ungum. Já, já. Og hefur það gengið þokkalega svona frá ári til árs? Já, það hefur heppnast varp síðustu árin. Já, það gott. Það þarf ekki að slysast til Skotlands að reyna betur þar. Nei, einmitt. Nei. Og fólk hefur verið að gera Instagram-reikninga fyrir sína fugla og... Svo var sem eitt mjög fallegt skóli í Hafnarfirði, þessi 4. bekkur, nú man ekki hvað skólið er, en það er einn kennari sem lét bekkinn sinn taka þátt. Já. Og þau eru kosningastjórar Lundans. Mér finnst það alveg, ég fekk nú bara gæsahúð og kannski næsti tár í augun þegar ég sá það, sko. Já. Að börnin séu með í þessu. Frábært. Að þau svona virkjuð og kannski mikilvægt líka að svona komandi kynslóðir átti sig á mikilvægi og þess að viðhalda og tryggja þessum fuglum gott líf, að við séum ekki að traðka á þeirra rétti. Nei, einmitt. Og það snýst náttúrulega svolítið þessi leikur, þessi keppni. Er svona vitundavakning í raun og veru að hvetja til þess að fólk horfið svolítið kringu sig, kannski, fara að hugsa og spá í hvaða fuglar eru nálægt og ef fólk fer að fá fugla áhuga, ég þekki það sjálfur bara sem einn af þessum skrýtnu fugla áhugamönnum, að maður fer bara almennt að hugsa betur og ganga betur náttúruna. Já, við eigum þetta náttúrulega saman og deilum, erum nágrannar og svo bara í góðum fjölbýlishúsum þá vil maður að öllum líði vel. Akkurat. Einmitt. Og hvar finnur fólk eru tenglar inn á fuglaverndarsíðunni inn á svona þessar helstu, ef fólk vil kynna sér hvernig veit fugl nánar? Já, það er hægt að gera það á fuglaverndarsíðunni og það eru fleiri síður sem eru svona fókuserað á fugla og og sjálfur er á heimasíðu minni að sjá myndir, ég er að smíða heimasíðu fugla. Já. Það sem ég skrifa svolítið það líka. En það eru víða góðar upplýsingar og fuglabækur. Það er greinilegt að þegar maður fær þennan áhuga þá sekkur maður alveg á bólakaf í þetta áhugamál. Já, það er svolítið þannig og ég tek svolítið þátt í fuglamerkingum, aðstoða fuglavísindamenn, fuglafræðinga og það er alveg stórkostlega skemmtilegt. Og mér finnst ofsalega skemmtilegt þegar ég er einhvers staðar að ganga í fjöru eða skógi eða stend einhvers staðar og er að fylgjast með einhverju dýralífi, selum til dæmis. Að þegar kemur fólk til mín og spyr hvað ertu að gera og ertu að fylgjast með þessari tegundi eða hvað ertu að skoða. Og það finnst mér rosalega gaman og bara gaman að fólk hefur samband við mig og spyr mig. Einmitt. Og ég lána oft fólk í sjónauka og býði að labba hringi í kjarna með sjónauka minn og fólk hefur þá bara komið til mín og þakkað mér fyrir og keypt sjónauka og haldið áfram. Haldið áfram. Þú ert að koma fólki á bragðið. Já, það finnst mér ekki vænt það. Þetta er ótrúlega magnað. Ég hlakka til að sjá hver niðurstaðan verður, hver verður fyrsti fugl ársins og ég óska þér náttúrulega bara og Himbrimanum allsins besta í þessari kosningu. En þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk kærlega fyrir mig.